Já, góður hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi eftir smá hlé, ég biðst afsökunar á því, en við höldum áfram að greina þá tíma sem að við lifum á og að þessu sinni ætlum við að horfa aðeins á svona eitt af helstu fréttamálum undanfarinna daga sem er ákvörðun Útlendingastofnunar að vísa 6 manna fjölskyldu úr landi, egypskri fjölskyldu. Og við ætlum að ræða svona ýmsa fleti á því máli og Egyptaland og stefnu stjórnvalda í útlendingamálum og fleira sem að tengist því. Og til þess að gera það eru hingað komin Sverrir Ragnarsson sem að bjó tíma í Egyptalandi, Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir sem er þjóðfræðingur og satt á þingi, Miriam Petra Ómarsdóttir Avat, hún er MA í hnattrænum fræðum og á eftir að rekja til Egyptalands og Magnús Davíð Nordal sem er lögmaður fjölskyldunar sem er verið að stefna því að vísa af landi brott bara á næstu dögum. En áður en við tölum alveg það mála þá langar mig að byrja í Egyptalandi og spyrja þig Sverrir, svona þeirri mynd sem að þú er í Egyptalandi í dag og það sem þú þekkir til þessa máls, telurðu að þetta fólk sé í hættu ef það þarf að snúa aftur til Egyptalands? Örugglega, ef fjölskyldufaðirinn meðlimir í Muslim Brotherhood, þá þeir mikil hætt. Og bara það að flýja eins og þeir gera alltaf gagnrýni og það engin gagnrýni þeir þolíka gagnrýni og aldrei frá Muslimska bræðralagi. Já, og hvernig hættu þá? Eru þau hættu á því að verða útskúfuð? Eru hættu á handtekinn eða hættu að drepa? Hann örugglega handtekinn og píndur. Það normið núna, sko, það ef þú lætur einhver orðu vitlaust falla, þá bara hverfur. Já. En múslimska bræðralagi... Þjóðin raunverulega klofin alveg í tvennt. Múslimska bræðralagi, það stundum við fjallað það í fréttum eins og þetta séu hryðjuverkasamtök. Pútín hafi skilgreint það sem slíkt. Hvað múslimska bræðralagi? Múslimska bræðralagi stofnaði eftir 1920 Hassan al-Banna sem var skólakennari, svipuð típa á Jónas og Hriflu. Og hann var sem sagt að Egyptar skyldu sækja í menningu í uppreisnarbaráttunni gegn Bretum. Hann var að fá fólk að hreyfa sig, stunda leikfimi og kvöldskóla og læra að lesa og mennta sig. Þannig byrjar það og smátt og smátt ekstónum svona rosalega mikið fylgi, þannig þeir eru orðnir óheiðilega margir til 1940 og þá bara stjórnvöld að skipta sér að þeim og notaði þeir sinni baráttu, þá til dæmis Nasser notaði þetta komst til valda á sínum tíma en sneri svo gegn þeim. En þeir sem sagt hættu öllum öllum árásum eða þeir eru friðsum hreyfing síðan 1970, þá höfnuðu þeir öllu ofbeldi. Og Hassan Banna var algjörlega á móti öllu sem hét pólitísk morð eða tilræði eða hryðjuverk og það voru að vísu var ofsóknir gegn eins og miklari upp á 1940, upp á 50 að það voru ungir menn sem freistu til að skutu á einhverja herforingja og einn að drap held ég forsætisráðherrann sem hefur verið á 1945-6 og þá náttúrulega voru þúsundir sópað í fangelsi og píndir í bak og fyrir. En síðan 1970 hafa þeir stundað friðsamlega pólitíska baráttu. En það voru aðtöða það múslimska bræðralagi menn sitja oft undir einn hatt eins og sér alþjóðleg samtök eins og frímúrar eða eitthvað. Það múslimska bræðralagi í ýmsum löndum og það algjörlega ólíkar hreyfingar í þessum löndum. Í Egyptalandi það bara mjög friðsamar pólitískar hreyfingar sem sést á því að þeir hefðu alla heyrt í þeim fyrir að vinna kosningarnar eftir byltinguna 2011. Hvernig eru unnukostningarnar og manstu það hvað unnuðar með hvað fengur mikið fylgi? Já, ég man að ég heldur að fengi 38% fylgi í 2011 í þingkosningunum en það voru múslimski flokkar, íslamski flokkar fengur 70% atkvæða. Egyptar eru með að trúa þeir. Og svo það Morsi sem vinnur forstingkosningarnar með ekkert mjög miklu mun en það náttúrulega búið að vera óheyrileg áróður og mikið kosningasvik. Þannig að þetta svona fylking sem að nýtur svona álíka fylgis og sjálfstæðisflokkurinn á mektardögum sínum á Íslandi. Meira ef eitthvað er. Meira ef eitthvað er. Og þú lýsir þessu sem, og það sem ég hef lesið þetta, er þetta hreyfing sem að rekur skóla og ýmiss konar félagslega aðstoð. Elliheimili og alls konar
Hamas angi af múslíska bræðralaginu, ekki þessu, en eru öðruvísi. Já. En þegar þú heyrir að maður sem að sækja hæli hér sem meðlimur í múslíska bræðralaginu, telur þú vera eðlilega ályktun að draga að hann sé að einhverju leyti hættulegur íslensku samfélagi? Nei, ekki hættulegur neinum manni. Ég á marga góða vini sem múslíska bræðralagið, þetta var eitt besta fólk sem kynst. Ekkert verið biskupinn. Biskupinn á Íslandi? Þetta trúa fólk. Herðu, Miriam, þú hefur verið eitthvað að fylgjast með þessu máli, þú ert ung kona í Reykjavík og við búum við það að það kemur reglulega upp svona mál sem verið að vísa börnum úr landi og þetta særir marga í Reykjavík og Nærsveitum og Íslandum allt býstir. Hvað hvernig slá þessi mál þig? Slær þetta þig sérstaklega því að þú ert tengd ekkert landi eða er þetta að gerast reglulega hjá okkur að stjórnvöld eru að grípa til aðgerða gagnvart fólki sem að okkur finnst vera ofbeldi og óþarfi og þetta, ég ætla ekki að segja þetta slá mig eitthvað sérstaklega því að þau eru egypsk, það skiptir mig í rauninni engu máli hvaðan þau eru, ég pæla alltaf í þessum málum. Mér finnst það í rauninni frekar þetta skeytingarleysi kannski það að það sé verið að rífa fólk upp með rótum sem búið að koma sér fyrir eins og það sé bara eðlilegasti hlutur í heimi fyrsta lagi að fara á flótta og svo að vera tekin úr öruggum aðstæðum og vera sendur tilbaka eins og það sé bara eitthvað svona sem að að gera í gamni sínu. Það kannski það sem að slæðir mig svona mest í þessu og ég get alveg tekið undir það með Sverri bara svona frá verandi manneskja sem fylgist með því sem að gerast í Egyptalandi að Egyptaland þetta mjög klofið land þegar kemur að sérstaklega pólitík og ef þú ert ekki réttu megin við línuna að þá sorry, ég get ekki að smakka pasta þá ef þú ert ekki réttu megin við línuna að þá getur þú lent í fangelsi og fangelsi í Egyptalandi eru ógeðsleg og það eru fólk að hverfa og þú getur verið fangelsaður á þess að hafa samband eða sé haft samband við fjölskylduna þína eða nokkuð slíkt og það veit enginn hvar þú ert og svo er fólk að deyja og það er það er til dæmis dæmi það var ítalskur námsmaður það er nú yfirleitt þannig bara svona sem ég nefni það er yfirleitt þannig að það er eiginlega betur komið fram við erlend fólk eða svona við túrista og svona heldur en heimmenn og það er oft gert grín að því að þess að þegar ég var að reyna að næla mér í egypsk skilríki og svona að það var eiginlega verið að gera grín að því bara af hverju viltu gera það, þú ert með erlend vegabréf, viltu ekki frekar bara hafa það og þetta var kannski bara pínu svona einhver svona þjóðartinskendi mér líka að vilja hafa bæði en þannig að þetta er mjög klofið land og margir þeirra sem ég þekki úti til dæmis hafa voðalega litla trú á stjórnmálastarfsemi og þeir í rauninni þetta er svona land þar sem að peningar tala og ef þú ert vel stæður og í ákveðnum stéttum að þá ertu ekki að rugga bátnum og þú hefur það bara ágætt og þú ert ekki að mæta kjörstaði að kjósa þannig það er ekki lifandi frjáls pólitík og það að hafa það í huga líka að ef þú ert röngum megin við línuna þá ertu alveg þeir munu finna þig og það bara hefur áhrif á fjölskylduna þína og alla í kringu þig og það var sem ég sagði áðan að það var námsmaður frá Ítalíu sem var að rannsaka stéttarbaráttu eða stéttarfélög svona union labor eitthvað sem að var bara hvarf bara og dúkkaði svo upp bara, þetta var eiginlega, látin hann, og það var voðalega sorglegt, en það er bara talið að það hafi verið einhver svona öryggislögregla sem að hafi hrifsað hann upp, og þannig að þetta er, þú veist, eins mikið, ef ég fer þarna þá upplýði ég mig alveg örugga, en ég er líka með fólki sem er réttu megin við línuna og er eins og túristi, þannig að þetta er rosalega erfitt land að ætla að skilja. Það er bara ekki hægt. En já, þú veist að spyrja með, fylgjast með þessu trekk í trekk. Þú veist, maður verður svolítið bara lúinn, sko. Þú veist, þetta er andlega svona, mann langar að taka þátt í öllum baráttum
svona fundum og mótmælum og þú veist, og manni finnst eiginlega bara, þú veist, auðvitað ger ég það sko, en það bara að maður þurfa að gera það aftur og aftur og það breytist ekki neitt, að það er svolítið lýjandi bara. Og maður vill náttúrulega bara að fólk upplifi sig öruggt hérna, það er, þú veist, og ef að þú ert búin að halda fólki hérna í svona langan tíma og ætla síðan bara að rífa þær með rótum og hefur ekki skilning á því hvað aðstæðum fólk er, að það þarf eitthvað endurskoða þau mál sko. Magnús, má ég spyrja þig hvað að frétta af málinu svona núna? Já. Hefur eitthvað gerst, hefur eitthvað breyst í dag? Þetta er tvíþætt. Annars vegar erum við með þessar lögformlegu leiðir og í augnablikinu þá eru 3 kröfur á borði kærunefndar útlendingamála, 1 frestun réttaráhrifa og 2 endurupptöku málsins. Og við vonumst til þess að fá svör við þessum kröfum á morgun. Strangt til tekið ber nefndinni ekki að svara þessum kröfum áður en þau eru flutt úr landi, en við vonumst til þess að kærunefnd sjái sóma sinni því að svara þessum kröfum á morgun. Og þar er byggt á sjónarmiðum málsmeðferðartíma og hversu ómannúðlegt þetta er að leyfa börnunum aðlagast til þess eins að rífa þau upp með rótum. Þannig að það er svona lögformlega leiðin og þar eru ekki komin endanleg svör. Nú síðan í öðru lagi þá er það auðvitað þessi pólitíska leið og í þessu máli og öðrum málum að sambærilegum toga sem að ég hef komið að þá hefur það verið þannig að fjölmiðlar og almenningur í rauninni hafa leyst þessi mál. Þau hafa komið upp á yfirborðið, fengið mikla umfjöllun og athygli og fólki misbýður og það leiðir til einhverja breytingar. Og ég held og bind vonir við það að það verði ekkert annað upp á teningnum í þessu máli. Það sem að hins vegar er erfitt er það að þingið kemur ekki saman fyrir 1. október. Þannig að þetta er alfarið hjá ráðherranum. Það er dómsmálaráðherra sem fer með þennan málaflokk og hvað getur hún gert? Jú, hún getur breytt reglugerð með einu pennastriki og bjarga þessu máli og komið í veg fyrir önnur sambærileg síðar. Það getur hún gert. Hún getur gefið út almenn leiðbeinandi tilmæli til stjórnsýslunar og þar á meðal frá þessara nefndar, þó hún getur ekki sagt nefndinni fyrir hvað hún eigi að gera. Þetta hefur hún í hendi sér. Nú er það eins og þannig að hún er hluti af þessari ríkisstjórn og auðvitað kemur ríkisstjórnin fram sem ein heild í einhverju skilningi. Og þess vegna var það þetta einstaklega ánægjulegt á sunnudaginn í gær þegar Katrín Jakobs birtist í Sprengisandi og lýsti því yfir að þetta væri ómannúðlegt fyrir þessi börn og börn í annarri eða sambærilegri stöðu. Þannig að það auðvitað er stuðningsyfirlýsing út af fyrir sig og það vakti þá brjósti þá von í mínu brjósti að hún hefði tekið ákvörðun að þessu máli yrði bjargað og ég vona það ennþá. Og við þurfum auðvitað að hugsa til þess ef við skoðum þetta svona í víðara pólitísku samhengi að Sjálfstæðisflokknum hefur verið að blæða kjörfylgi undanfarið yfir til Miðflokksins og það er auðvitað þannig að ákveðin hópur í baklandi Sjálfstæðisflokksins bara vill þetta bara út með alla sem hraðast og engin miskun og allt það. Þannig að mögulega má skoða þessi viðbrögð Áslaugar Örnu sem einhvers konar liði því að stöðva þessa blæðingu. Það eru kosningar eftir 1 ár. Og þá auðvitað þarf VG að gera upp fyrir sig. Ætla þeir að sitja hjá og horfa á Sjálfstæðisflokkinn koma þessari stefnu sinni, það er að segja svona ómannúðlegri stefnu áfram. Eða ætla þeir að taka afstöðu, stilla sér upp hinum einn á litrófinu og hafa eitthvað vægi. Vegna þess að við þurfum að átta okkur á því að í öll þau skipti sem að svona mál hafa verið komið þetta langt, þar sem að almenningur er búin að mynda sér skoðun, fjölmiðlar er að fjalla um þetta einhverjum einasta fréttatíma. Í öllum þessum málum, þar sem að þetta hefur verið, þá hafa málin verið leyst og fólk hefur ekki verið sent úr landi. Fólk er reitt núna, meðalmaðurinn í Íslandi, meirihluti Íslendinga er reiður. Hvernig haldi þetta verði ef fjölskyldunni verður í raun brottis á þessum börnum? Hvernig haldi þetta svolítið verði? Ég held að þetta sé ekki eitthvað sem að verði fyrirgefið þegar að VG, það er barnamálaráðherra sem lætur ekkert í sér heyra, forsætisráðherra hefur stigið fram og gefur svona ákveðnar væntingar stuðning og við bindum vonir við það. En ef að þetta verður stuðningur í einhverju nýflugu myndi að barnamálaráðherra stígur ekki fram og tekur afstöðu í málinu, þá held ég að það verði seint fyrirgefið. Þú sækir þetta mál mjög svona hvasst pólitískt hérna.
þú sirkar út í ríkisstjórninni hvar væri glufa hugsanlega í veggnum og þú hamrar svolítið þar. Dómsmálaráðherra sagði einmitt eitthvað rökin hennar fyrir að hafna því að taka þetta mál upp eða grípa inn í. Voru einmitt einhvern veginn á þá veru að við getum ekki stjórna landinu með því að það sem verður upphlaup í fjölmiðlum að hlaupa eftir því, að það væri raunverulega að fara að svara svona lögfræðingum sem að koma fram og reka málsins svona, að það myndi bara leiða til einhverja ólaga. Hvað segirðu það? Ég spyr nú bara Áslaugu Örnu á móti, búum við ekki í lýðræðisþjóðfélagi? Hefur álit almennings ekkert að segja? Kjósum við bara 4 ára fresti og látum þar við sitja? Nei, við búum í lýðræðisþjóðfélagi þar sem almenningur getur og á að hafa áhrif á mál. En svo það þetta þannig, eins og ég nefndi áðan, að það verið að fara þessar lögformlegu leið, það verið að grípa til þeirra úrræða sem hægt Þetta bara, hvað ég var að segja, það líka verið að fara pólitísku leiðina, því ef þú prófar allt sem hægt að prófa, þá gengur eitthvað eftir. Og auðvitað það skyldi okkar að gera allt sem við okkar valdi stendur. Þá þessi málaflokkur auðvitað mjög pólitískur, hann bara þess eðlis. Ég ekki ætla ég að banna það, ég var bara að benda á rökinni á það. Já. En það líka eitt áhugavert í þessu, að hún þarf nú að vera sjálfur sér samkvæm, vegna þess að fyrr á þessu ári, þá steig hún inn í hælismál og breytti reglugerð og tók þennan 18 mánaða tíma og lækkaði hann í 16 mánuði fyrir börn. Það gerði hún með reglugerðarbreytingu. Forveri hennar, Þórdís Reykfjörð, gerði það líka. Þannig að það nú alveg komið venja á það að ráðherra stígi inn í og reyna að hafa áhrif. Og svo líka annað að einstök mál, nú verið að tala um það að endurskoða þennan málaflokk. Ég held að einu stóru breytingunum verði svo, hvernig það menn að túlka málsmeðferð tímann. Er það þangað til þú færð endanlega niðurstöðu á stjórnsýslustigi eða þangað til það búið að vísa þér úr landi? Þetta eðlilegt að líta á heildartímann. Barnið heldur áfram að aðlagast og þessi komin einhver niðurstaða ef það ekki flutt úr landi. Þannig ég held að það gefur auðvitað að verði stór breyting. Sú breyting meðal annars að koma til út af einstökum málum og þeirri umfjöllun sem einstök mál hafa. Þannig að við mögum ekki gleyma því að í þessari heildstæðu endurskoðun sem fram mun fara, þá eru það einstök mál sem að ýta á breyting. Það bara eðli stjórnmála, löggjafar. Ólína, það er ekki gott mál í samfélagi. Það sem að svona ástand að stjórnvöld eru að stíga fram og gagnvart ákveðnu fólki og þannig það ofbýður öðru fólki. Við getum bara tekið dæmi af börnunum sem voru geymd í búrum við landamærin í Mexíkó og Bandaríkjanna. Það sem er bara særi fólk, því að þetta er nú einu samfélagi okkar. Af hverju þetta ekki hægt að finna einhverja lausn í þessu máli, einhverja svona sátt? Þetta mál sem að mun bara vera harður ágreiningur í stjórnmálunum langan tíma, eða hafa íslenski stjórnmálamenn bara ekki gert þetta nógu vel, ekki hugsað þetta nógu djúpt, ekki brugðist nógu hratt við? Hvernig myndir þú það? Og það er stundum sagt vilji er allt sem þarf í pólitík, en það er líka sagt veldur hver á heldur og hvort tveggja á við í þessu máli. Það skortir nefnilega pólitískan vilja á Íslandi til þess að búa almennilega umgjörð utan þennan málaflokk. Við erum svo vön því frá upphafi að málefni flóttamanna séu bara, þegar það er svo mikið breyst á síðustu árum. Upphaflega þá vorum við að senda fólk út héðan til þess að velja fólk í flóttamannabúðum, þeim fjölskyldur sem að mættu koma til landsins með sérstöku leyfi hérlendra stjórnvalda, þess að svokölluðu kvótaflóttamenn. Og árum saman að þá hugguðum við okkur við þá fölsku manngæsku að við værum raunverulega að opna faðminn á móti flóttafólki, sem að við í raun og veru völdum örfáa einstaklingar sem að fengu að koma hingað. Síðan brestur á ástand í veröldinni sem verður þess valdandi að fólk fer í auknum mæli og bara í gríðarlega miklu mæli að leita ásjár sem hælisleitendur í hinum betur meigandi löndum heimsins. Og það er þá sem að reynir náttúrulega á okkur sem siðmenntaða þjóð, hvernig við ætlum að bregðast við þegar einhver knýr dyra hjá okkur og biður raunverulega aðstoð.
Við höfum ekki tekið sérstaklega vel á því eftir að sú staða kom upp og það mikið ójafnræði annars vegar á milli þessa hóps kvótaflóttamanna sem að við veljum og bjóðum velkomna hingað og hins vegar þessara hælisleitenda og þessa fólks sem að flýja óviðunandi aðstæður í sínu heimalandi, oft með fjölskyldur og börn eins og í þessu tilfelli. Og það mikill tvískinnungur þess vegna í gangi. Og svo sjáum við það að stjórnmálaöflin á Íslandi leika svolítið á ástandi, tala svona í og úr. Dómsmálaráðherra hefur eins og bent var á hérna áðan, hún hefur áður stigið inn í svona aðstæður og leyst mál og það gerði líka flokkssystir hennar, hún Þórdís Reykfjörð. Það hafa Alþingi Íslendinga hefur líka gripið inn í svona mál og stöðvað brottvísun fjölskylda. Það sem óásættanlegt í þessu að það skuli alltaf þurfa þetta til. Að það skuli ekki vera hægt að gera umgjörðina og regluverkið þannig og vinnubrögðin að það þurfi ekki þessi neyðarköll með reglulegu millibili með myndum af grátandi börnum sem að stendur til að vísa úr landi, rífa upp úr rúmunum kannski miðja nætur til að setja þau í flugvélar og vísa þeim úr landi, eins og við höfum þurft að horfa upp á. Sko, það þetta sem að í raun og veru óþolandi og þetta á ekki að þurfa. En Ólína, það ekki svo langt síðan að það var endurskoðuð lögin með eftir vinnu þverrpólitískrar nefndar eins og sagt undir forystu Óttar Proppé, alltaf ekki verið svona 2015-2016, þá var þetta endurskoðað allir glaðir á þingi, en sem bara breytist. Og það voru ekkit allir glaðir á þingi og lögin, það þarf ennþá að laga þessa löggjöf. Sko í fyrsta lagi þá Útlendingastofnun með allt og mikið vald í þessum málaflokki. Hún hálfgert lögreglu og rannsóknarvald yfir málefnum flóttamanna. En það í raun og veru engin stofnun sem að beinlínis hefur það markmið að gæta að réttaröryggi og stöðu flóttamannsins þegar hann kemur til landsins. Ég lagði til á sínum tíma að það yrði stofnað embætti umboðsmanns flóttamanna sem að hefði það verkefni beinlínis að tryggja í raun og veru alla málsmeðferð og réttaröryggi þessa fólks þegar það kemur til landsins. Ég fékk samþykkta í þinginu samþykkta að láta gera fýsileikakönnun á stofnun slíks embættis. Því miður þá í dómsmálaráðherra tíð Sigríðar Andersen þá var í raun og veru ekkert farið eftir þessari þingsályktunartillögu. Hún ákvað bara einhliða að það væri ekki ástæða til að stofna þetta embætti þar sem að Rauði kross Íslands hefði hlutverki að gegna og það væri þjónustusamningur við Rauða kross Íslands að sinna flóttamönnum. Sko þarna vantaði í raun og veru allan skilning á því og það munur á því hvort Rauði kross Íslands í ráðningasambandi við Útlendingastofnun eða utanríkisráðuneytið þessi mál eða dómsmálaráðuneytið eða hvort að Rauði krossin væri í ráðningasambandi við umboðsmann flóttamanna sem hefur í raun og veru kannski allt annan annað sjónarhorn og aðra nálgunar stöðu gagnvart flóttamönnum heldur en Útlendingastofnun með sitt mikla og þunga lögreglu og rannsóknarvald og sínar valdsheimildir. Og ég spyrja þig út í þetta, Magnús, af því að þú hefur nú unnið í svona málum, þetta ekki eina svona máli sem þú ert að. Hvað með þetta, eins og Ólína að lýsa þessu að fólk sé raunverulega eins og gangin í eitthvað svona rannsóknarrétta sem að þeir sem að sinna málunum þínu hafa verið bæði að rannsakað og úrskurðað það. Þessi svona, þetta valdaleysi flóttamannanna inn í kerfinu. Það tilfelli? Já, ég held að sko, þetta þannig að fólk kemur hérna og kemur flugvöll og lýsir því yfir oft við komuna það sé að sækja hæli. Og þá síðar fólki boðað til viðtals hjá Útlendingastofnun og það eru þá lögfræðingar Rauða krossins sem að veita hælisleitendum, ókeypis lögfræði aðstoð og fylgja hælisleitendunum í gegnum ferli. Það er að segja annars vegar gegnum ferli Útlendingastofnun og síðan hjá kærunefnd útlendingamála ef að það þörf á því að kæra. Síðan ef að hælisleitandi fær tvöfaldan neitun þá það sjálfstætt starfandi lögmenn sem að geta tekið þá við málunum og ég einn þeirra. Þannig að við komum ekki að málunum á þessum fyrstu stigum heldur eftir að það komin til tvöföld neitun.
En ég tel að núverandi kerfi hvað þetta varðar sé gott. Ég tel að það sé gríðarleg þekking sem hefur orðið til hjá lögfræðiteymi Rauða krossins og ég tel að þeir sinni hælisleitendum mjög vel. Hins vegar varðandi það sem kom fram hérna áðan með lögin, sko, hversu gömul eru þau, var ekki búið að endurskoða, lögin eru frá 2016, útlendingalögin, og mörg ákvæði útlendingalagana eru matskennd. Sérstaklega með tilliti til þess hvort að sé til staðar sérstakar ástæður að veita dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Þannig að kærunefnd útlendingamál og stjórnvöld, þegar þau eru að fylgja lögunum, þá hafa þau oft mikið svigrúm til mats. Og þá skiptir bara máli að mínu dómi hver það sem situr í nefndinni hverju sinni og hver eru hans gildi, hver eru hans skoðanir, hver það sem að skipa hann í nefndina. Það einhver dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins, það eru þeir sem að bjuggu til sko, allt kerfið, útlendingastofnun og réðu allt þetta fólk meira og minna. Þannig að þú til að segja að þú breytir lögunum, þetta minnir menn á það sem að Björgvin Halldór sagði, sko, nýr jakki sama röddin, að þú breytir lögunum, þá er þetta sama útlendingastofnunum sem að fá skoðunum. Það svolítið þannig og það má orða þetta kannski þannig að ég held að það sé hægt að reka mannúðlega stefnu í málefnum flóttafólks með þessum sömu lögum. Ég tel það. En auðvitað það þannig að sko, ef að lögin eru bara mjög afgerandi varðandi tiltekin atriði eins og skilgreiningu á málsmeðferðartímann og hvernig eigi að líta á hvenær hann byrjar að líða og hvenær hann enda og auðvitað komum við vekk fyrir þessa deilur og eru lögin bara að taka þau af skarið. Þannig að auðvitað væri það betra og ég tel að slíka endurskoðun muni fara fram á næstu misserum. En það vissulega mikið svigrúm til mats og þá skiptir bara máli hver það sem að beita lögunum hverju sinni. En þetta með matið, það sem er líka vandamálið og mér hefur því miður fundist Útlendingastofnun vera ákveðið vandamál þegar kemur einmitt að þessum mati. Sko nú erum við til dæmis aðilar og búin að löggilda barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það segir beinlínis í lögum útlendinga að það beri að hafa hagsmuni barns að leiðarljósi þegar úrskurðað málefni þess í stöðu flóttamanns. Og það eins og þetta hafi enga þýðingu í framkvæmd vegna þess að Útlendingastofnun leyfir sér það alltaf að hafa aðra hluti til hliðsjónar, Dyflinnarreglugerð eða hvað það sem að hún lítur á og hefur til hliðsjónar við sína túlkun á lögunum. Og ég hef meira sér heyrt starfsmenn Útlendingastofnunar halda því fram að þetta ákvæði hagsmuni barnsins, það þýðir það í rauninni bara að það sé hagsmuni barnsins fyrir bestu að fá að fylgja foreldrunum úr landi og vera með foreldrunum. Og þannig að það svona grimmdarleg túlkun á þessu ákvæði. Og þetta auðvitað það sem að gengur fram af fólki og að valda þessum ágreiningi í samfélaginu vegna þessara mála. Svo þegir barnamálaráðherrann, ég lít nú svo á að hann hljóti að bera ráðherra ábyrgð einmitt út af þessu ákvæði í útlendingalögunum og út af barnasáttmálanum. Ég held að hann hljóti að bera ráðherra ábyrgð á því að þegar verið að fjalla eins og í þessu máli, beinlínis fjalla heill og hamingju og heils og framtíð heillar fjölskyldu, að þá séu ekki hagsmuni barnanna fyrir bornir með brottvísun eins og stefnir í þessu máli. Og af hverju þegir umboðsmaður barna til dæmis? Við erum með í orði kveðnu, við erum með lagateksta og við erum með stofnanir og embætti sem eiga að tryggja velferð og mannréttindi tiltekinna hópa, svo bara eins og það sé þýðingarlaust þegar kemur að kjarna málsins. Það við talaðum réttarkerfið og pólitíkina og stjórnsýsluna. Mér langar aðeins að því að Magnús sagði að við byggjum í lýðræðisríki, að spyrja því að stjórnmálin og allt þetta eiginlega svona kúlur sem að fljóta ofan á almenningsálitinu. Sverrir, það svo að þessi mál, útlendingamál, að útlendingaandúð, múslímaandúð, allskyns slíki þættir séu svo inngrónir í okkar samfélag, þó svo að við höfum sáralitla reynslu raunverulega af útlendingamálum.
Af því að Björn Bjarnason var að senda kirkjuþingi kveðju af því að kirkjuþinga var að boða það þeir vildu koma ályktun útlendingamál og hugsanlega gegn stefnu stjórnvalda. Það var hann að vara kirkjuþing við ástandinu sem var í Svíþjóð og ég var að leika mér að því að bera saman sko bara fjölda fólks frá þessum 10 löndum sem eru flestir flóttamenn í Svíþjóð við það sem er hér og hlutfallslega er Ísland innan við 5% af því sem er Svíþjóð. Við tekjum við svo fáránlega, grátlega fáum flóttamönnum að tala sko eitthvað flóttamanna vanda eða flóttamanna mál á Íslandi. Það er eiginlega allt sem að til sko stjórnsýslunni eða stjórnmálunum. Það er eiginlega ekkert á meðal innflytjendara. Það er eiginlega ekki þekkt nein slík vandamál í Íslandi. En við þekkjum þetta í umræðu víða í erlendis og við þekkjum okkar þjóðsverðir. Er það þannig að það mun ekki verða sátt í þessu málum. Það mun alltaf stíga upp einhverju stjórnmálamenn eins og Magnús var að sumuleyti að Áslaug Arna sem að fór til dæmis fyrir flokki yngri sjálfstæðismann á landsfundi og drap niður tilraunir til þess að vera með ályktanir gegn útlendingum og öðru slíku, ekki fyrir svo löngu síðan, að hún, út af því hvernig hún er að meta það bara ár til kosninga, að þá verður hún að sýna raunverulega svona hörku í útlendingamálum, vera tough on crime, eins og Clinton, að sýna svona að sjálfstæðisflokkurinn treystandi til þess að hann geti bara haldið kjörfylgi sínu eða hugsanlega sótt á Miðflokkinn. Þannig að eru þá kannski innflytjendurnir munu verða fórnarlömb þessara togstreitu svona, hvað ég segja, bara í þjóðarsálinni án þess að það sé raunverulega byggt á nokkri reynslu fólks af útlendingum. Ja, það virðist vera þannig. Þýskalandi sína kannanir það að það sem er einhver útlendingar, það er mesta andstaðan og það þarf nú bara að líta rétt yfir sko Facebook eða umræðuþræðin í dag að sjá hvað það verið tala slæður og múslima og allt þetta. Þetta er endalaust sko. En ég veit ekki hversu lengi þetta var, ég hef tröll að trúa því að þetta skáni, þó við næðum bara upp á sama level og í Frakklandi og Svíþjóð, við erum langt í land þangað. En það sem ég finnst... Meinar í umræðunni eða meinar í fjölda innflytjenda og flótta? Í umræðunni, ég veit ekki hvað Íslendingar eru duglegir að taka, mér finnst að við erum að taka á móti miklu okkur vantar fólk. Og ég hef ekki séð annað en að þessir múslima innflytjendur sem ég kynnist í Svíþjóð eða Þýskalandi eða Englandi, þetta eru mjög vel vinnandi fólk og allstaðar nýtir þegnar. Það er ekkert að, í raun og veru. En það sem ég finnst þessi umræði sem við talum áðan mér kom fram líka að ég er fulla virðingu og gott að séu lögfræðingar en berja svona, en mér finnst í þessu máli finnst mér ekki skipta máli einhverju hártoganir dagsetningar og bla bla. Það er fyrst og fremst ástandið í Egyptalandi. Það er að senda þessa fjölskyldu þangað. Ég þarf að veðja að þessi maður, fjölskyldufaðan, hann er komin í fangelsið í viku og það er ekki þessum verra þeir geta með þess að tekið börnin rænt þeim, þeir hafa verið að gera svoleiðis hluti líka. Þeir hafa verið að níðast á forystumönnum í múslimasamtökunum með því að drepa frændur þeirra, frængur. Það er eina aðferðin. Ok, en hvað er það þá hérna innanlands? Að fólk geti horft framjá þessu sem þú ert að segja, horft framjá ástandinu í Egyptalandi og sagt að það sé bara mikilvægar að þetta fólk fara úr landi til þess að viðhalda hér einhverju. Veit enginn eitt veitirland með einhverja guðsbyggikerningar sem allar eru endurholganir að Nefertiti eða einhverju svolítið drottningum skilur. Það veit enginn eitt meginlega, það halda allir í Egyptalandi sem allir fínu lægi en pólitískt ástand í Egyptalandi síðan 1798 þegar Frakkaráðasturinn er búið að vera í steik. Og Bretar rústu því sem hægt er að rústa. Og sko, Egyptaland hefur ákveðin veikleika. Það er þessi stíflaðara sem heitir Aswan sem er hérna upp í Níl. Hún framleiðir alltaf rafmagn fyrir Egyptaland og þeir hafa nóga rafmagni og nóga vatni og þeir hafa með þess að hafna því að vera vesensleika þessum heitu vasslindum sínum til þess að hafa nóga vatni og nóga rafmagni. Málið það er bara eina sprengju á þessum stíflu, þá er Egyptaland búið. Þeir geta ekkert staðið upp í hárinu á einu, þannig að þeir eru raunverulega bara handbendi Bandaríkjanna og haga sér nákvæmlega eins og hvaða einasti Suður-Ameríku harðstjóri sem er. Ég held að meinsemdin hérna heima sé líka svo að hefðin sem skapast hefur hjá Útlendingastofnun er svo að skilgreina, leggja svo mikla orku í það að skilgreina fólk frá landinu. Að hafa skilgreiningarnar þannig að þeir þurfi ekki að taka á móti fólki í raun og veru. Og það eru þá kannski bara þeir sem sleppa í gegnum ströngustu skilgreiningarnar sem komast inn fyrir.
og svo eins og Sverrir að nefna, það ábyggilega mikill þekkingarskortur oft og sko fordómar í garð annarra trúarbragða ekki síst og eins og erlendra stjórnmálasamtaka sem við höfum náttúrulega ekki hundsvita á eins og þessu múslimabræðralagi. Ég sé í umræðinu að þessu mikið ruglað saman sko. Þetta í einu orðinu kallað hryðjuverkasamtök og í öðru orðinu þetta talað þetta sem lýðræðislegan stjórnmálaflokk í Egyptalandi og umræðan bara öll í einu rugli einhvern veginn. Það veit enginn, það gerir enginn skilgreiningar eða greinarmun á því hvað rétt og það ekkert auðvelt að gera það heldur. Ég held að það þurfi líka að taka það fram eins og með hvernig staðan í Egyptalandi að innan landsins líka eru misvísandi upplýsingar til fólks, skilurðu, þannig að þau hafa sjálf, held ég, misvísandi upplýsingar hvað eru stjórnmálaflokkar og hvernig þeir fúnkera og það mjög auðvelt að ef þú fylgir stefnu stjórnvalda þá mjög auðvelt að sannfærast ákveðna hluti, sem sagt, þeir séu kannski verri en þeir eru, ekki það að ég skal alveg vera hreinskilin og ég var ekki neitt aðdáandi hans Morsi þegar hann var forseti en ég heldur engin aðdáandi Sisi sem núna. Ég held bara að það bara pólitík og lýðræði eins og við þekkjum það bara ekki til, þannig að fólk hefur ekkert val neitt og það bara, þetta í rauninni mjög erfitt fyrir okkur að setja okkur í þessi spor af því það getur allt verið í góðu og þú getur farið og þú stundað snorklaða köfun og setið á einhverju pálmaströnd og drukkið kokteil, skilurðu, en ef þú ert, eins og við sagðum áðan, röngum megin við strikið með hvað stjórnvöld setja fram og þá getur verið í mikilli lífshættu, sko. Og og ég ætla líka bara að bæta við þessu með hvernig, sko, íslenskt samfélag, það svo auðvelt, held ég, að fjarlægja sig frá öllu þessu. Við erum bara fyrsta lagi landfræðilega, svo langt í burtu frá öllu sem að gerast í heiminum. Og þá miklu auðveldara, held ég, að svona andlega fjarlægja sig frá líka því sem að gerast. Og af því að við erum ekki orðin eins svona, sjóuð í fjölmenningu og við ættum að vera, af því að það nú 20% þeirra sem hér búa með einhvers konar erlendan bakgrunn. Sýnileikin ekki í samræmi við það, þannig að það mjög margir sem að telja það bara að nokkur fleiri flóttamenn séu þá bara eitthvað flóðafólki. Þegar í rauninni, við erum nú þegar í fjölmenningarsamfélagi, en við teljum okkur ekki vera það. Og ég held að við gætum grætt rosalega mikið á því að opna þessa umræðu bara betur, að hvernig íslenskt samfélagi sett saman. Að það ekki einslegt og það hefur nokkuð tíma verið og já, ekki síðan á landnámsöld þegar kom fólk frá Írlandi og Bretlandi og þótti stórt strandsvæði á þeim tíma. Já. Akkurat. Magnús, að því að vera að tala ástandið í Egyptalandi, hefur þú á tilfinningunni að Útlendingastofnun hafi glögga sín á það eða hringja þau í utanríkisráðuneytið í Egyptalandi og spyrja hvort það sé ekki allt í lagi? Já, þetta mjög áhugaverð spurning og eins það sem að framkom í máli Sverris áðan varðandi ástandið í Egyptalandi og í frásögn fjölskyldu föðursins, Ibrahim Keter, þá kemur fram að hann hafi tekið þátt þarna í stjórnmálastarfi og gagnrýnt núverandi stjórnvöld og sé meðlimur í bræðralagi múslima. Það sem að síðan gerist það að það reynt að drepa hann, það tilraun til þess að ráða hann af dögum, það reynt að ræna barnið hans og það merkilegt að í ákvörðun Útlendingastofnunar sem þá tekin fyrst í þessu máli þegar stjórnvöld fjall það, þá ekki verið að bera brigður á þessa frásögn. Það að segja trúverðugleiki Ibrahims Keter og fjölskyldunar allra metin þannig að það sem þau séu að segja sé bara sagt og rétt. Eftir sem áður og þrátt fyrir þetta, þá kemst stofnunin að þeirri niðurstöðu sem við erum auðvitað ósammála að hann sé öruggur í Egyptalandi. Með þá vísan til þess að þetta sé nú stór samtök, þetta séu margir og það sé einhvern veginn að fela sig í fjöldanum. Eins og einhver í Útlendingastofnun hafi reynslu af því að fela sig í fjöldanum í múslimska bræðralaginu í Egyptalandi. Já, einmitt sko, það náttúrulega bara galið og þetta mat Útlendingastofnunar teljum við auðvitað rangt og auðvitað þetta undir í málinu líka.
En síðan þegar málið þróast og þetta langur tími hefur liðið þá verða til aðrar sjálfstæðar málsástæður eins og þessi aðlögun barnanna. Og það rétt sem að koma fram hérna hjá Ólínu áðan að það skortir á þetta heildstæða mat. Kærunefnd útlendingamála fjallar málið á síðara stjórnsýslustigi. Kærunefnd útlendingamála hittir aldrei börnin. Það aldrei neitt mat sem framkvæmt af hálfu sálfræðinga á þessu stigi núna, hvort að það sé hagsmunum barnanna fyrir bestu að vera vísað úr landi. Þannig að það sem Útlendingastofnun lætur sér nægja að gera að vísa til þess að þau séu með foreldrum og það sé hagur barnanna að aðskilja ekki börn og foreldra. Þannig að það fer aldrei fram neitt eiginlegt mat og hvað þá heldur þegar þetta langur tími liðinn. Og þetta teljum við brjóta í bága við barnasáttmálann Sameinuðu þjóðanna sem var lögleiddur hér á Íslandi 2013 og þetta brjóti jafnframt gegn 70. grein stjórnarskrárinnar. Og við höfum sent erindi í dag til nefndasviðs Alþingis og kallað eftir því að bæði velferðarnefnd og stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd taki þetta mál upp og það fái flýti meðferð og við vonumst til þess að allavega önnur nefndin muni koma saman á morgun og fjalla þetta þegar það bara liggur fyrir að eitthvað ákveði stjórnvald, þessi tilviki Útlendingastofnunar, kærunefnd útlendingamála og síðan stóðdeild ríkislögreglustjóra sem að sér að framkvæma brottflutninginn eru að brjóta gegn barnasáttmálanum og stjórnarskránni. Og ég tel að þarna geti með stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd stigið inn í og láti þetta mál til sín taka og ég vona að það gerist á morgun. Samhliða því sem að það fer fram ríkisstjórnarfundur og fundur í allsherjarnefnd. Ég held að það muni draga til tíðinda í þessu máli á morgun. Okay. Ólína, heldur þú að það sé þannig ástand í samfélaginu að einhverjir stjórnmálaflokkar, stjórnmálamenn muni líta svo á það að sé gott til vinsælda að setja sig uppi á móti öllum, hvað segja réttarbótum eða setja sig upp á móti hagsmunum hælisleitenda og þar af leiðandi verði kannski erfitt fyrir stjórnvöld að fræða eitthvað einstigi þannig að það komist eitthvað eðlilegt skikk á þessi mál sem að meginþorri þjóðarinnar sáttur við, bæði í hjartanu og huganum? Sko ég held að það eru auðvitað ákveðnir aðilar í samfélagi okkar sem að geta alltaf nært þessa tortryggni og þennan ótta og alið á ótta við önnur trúarbrögð og við annan uppruna og múslimahættan og hryðjuverkahættan og það er alltaf ákveðnir aðilar sem spila aðeins á þessa strengi. Það nú bara eins og kallar leiðtogi vestræna heims sem að lætur svo lítið í dag. Já, ég menna við sjáum hvernig Donald Trump er að haga sér og er að kynda eldana inn í sínu eigin samfélagi til að þjóna sínu framboði í komandi forsetakosningum. Og auðvitað alltaf hægt að spila inn á þetta í bæði í kosningum til þjóðþinga eða í kosningum til þjóðarleiðtoga og verður ábyggilega gert. En ég held samt að allt hugsandi fólk og ábyrgir stjórnmálaflokkar hljóti að sjá að við getum ekki búið við þetta lengur að það þurfi alltaf að grípa í neyðarhemla með reglulegu millibili til þess að bjarga börnum og fjölskyldum frá einhverjum hrikalegum örlögum í heimalandinu þaðan sem þau flúðu. Og það eitt sem ég vil til dæmis vekja athygli á í sambandi við lögin útlendingalögin, að það eiginlega ekkert þar hlutverk Útlendingastofnunar. Útlendingastofnun gegnir lykilhlutverki í allri málsmeðferð og uppleggi þess þegar í málefnum flóttamanna og útlendinga á Íslandi, en samt eiginlega hvergi að finna í löggjöfinni beinlínis orð eða ákvæði hlutverk hennar, hvernig hún eigi að framfylgja því. Og sko mér finnst þetta bara eiginlega segja allt sem segja þarf áhersluna, mér finnst vanta svo mikið gildin inn í þennan meðferð þessa málaflokks, ef þið skiljið hvað ég meina. Það vantar hugarþelið, umhyggjuna utan þennan málaflokk sem á bara eftir að stækka. En hvað segirðu þann pólitíska leik Áslaugar Örnu sem að segir svipað þú að þetta gangi ekki lengur að það þurfi þessi upplaup og svona. Og hún segir, þess vegna ætla ég ekki að
bakka í þessu máli til þess að stoppa þessu upphlaup. Það þýðir ekki að fólk rjúki bara í fjölmiðlana og þá sé komin einhver sér meðferð. Nú bara segi ég stopp og hérna í frá verður þetta allt eftir bókinni og eins og Útlendingastofnun gengur frá þessu. Já, sko, Er þetta góður pólitískur leikur? Nei, þetta er ekki góður pólitískur leikur og Áslaug Arna, hún getur ekki talað eins og hún sé Guð almáttugur sem hafi bara samið reglugerð í eitt skipti fyrir öll. Reglugerðir eru áhöld en ekki rök í sjálfu sér og ef að áhaldið er ekki að virka þá þarf að endurhanna áhaldið. Það verður að þjóna tilgangi sínum. Og mér fannst þetta vera pólitískur afleikur hjá þessum unga ráðherra. Ég er nú kvenréttindakona og vill nú gjarnan veg og vanda stjórnmálakvenna sem mestan og vil að þær njóti sannmælis. En þarna fannst mér Áslaug Arna koma hræðilega út í þessu viðtali. Hún er sjálf ráðherra sem að nýtir sér alla möguleika fjölmiðlanna til að koma sér og sínum málefnum á framfæri eins og ráðherrar gera. Hún er í forréttindastöðu og hún getur ekki staðið og talað yfir flóttafólki í fullkomnu valdaleysi með þessum hætti eins og hún gerir. Það finnst mér ekki. Fólk sem er að reyna að bjarga lífi sínu. Fólk sem að ákvæða lífi sínu því að einhver heyrir þeirra og sjónarmið í málinu. Það er ekki hægt að þöggun er ekki rétta stjórnunar aðferðin þegar málefni mannúðar og bara faglegrar aðkomu eru annars vegar. Má ég koma til þessu þetta? Þessu vel. Ég var bara að pæla í að mér líkar vel við Áslaugu Önnu, við erum bæði greind og skemmtileg og örugglega mjög hæfileikarík. Og ég held hún sé að framleiða eins og hún segir hún Ólína mistök og því að ef þessi maður og þessi fjölskylda lendir illa í verður sendt tilbaka og lendir illa í því og maðurinn komin í fangelsni og jafnvel myrtur eftir viku, þá er hún búin að fyrirgera allir sínum pólitíska framtíð, er það ekki? Jú, nákvæmlega. Það er erfitt að segja til það á Íslandi, Sverrir. Jú, það er erfitt, en ég veit ekki. En Magnús, þú ætlaðir að skjóta inn svo þegar aðeins að spyrja Miriam? Já, einmitt. Það var í rauninni bara alltaf kannski þessi sama spurning og þú bendir til Ólínu, að við þurfum auðvitað að horfa til þess að þegar að kerfið bregst, þegar að kerfið sjálf fer ekki að lögum, þá auðvitað það svo að fjölmiðlar, þetta er 4. ríkisvaldið í samfélaginu. Þannig að það er fullkomlega eðlilegt að fólk sem að telur á sér brotið og að kerfið hafi brugðist með mjög afgerandi hætti að fólk geti einmitt nýtt sér 4. ríkisvaldið. Og það er gott að búa í samfélagi þar sem að það er hægt. Miriam, að þegar þú ert yngst, þá spyr ég framtíðina hjá þér. Heldurðu að samfélagið þróist svona til meiri kærleika, að við getum tekið ákvarðanir sem að við erum sátt við í hjarta okkar, eða er kannski allt þess líklegt að grimmd og ótti og fordómar og ógn verði meira ráðandi? Og þú veist örugglega alveg hvernig ég ætla að svara þessu. Ég er rosalega mikið bjartsýnismanneskja og hef fulla trú á því að það sé hægt að taka þessu málaflokki með meiri kærleik og ég vil bara, Íslands samfélagi er almennt mjög kærleiksríkt og stuðningsríkt en bara ekki við þennan málaflokk. Við sjáum okkar fólk en svo kannski er auðveldara að mála aðra einhvern veginn fyrir utan mengið af því að það er náttúrulega fylgir þekkingarleysi og fáfræði fylgir ótti og en ég held að meðan maður sofnar ekki á verðinum og það er fullt af fólki sem að tekur þessi mál nærri sér og er að berjast fyrir þeim og með það að þá get ég ekki annars sagt en að ég neita bara að trúa því að þetta verði samfélag fullt af hatri en allavega ætla ég ekki að hætta að berjast fyrir kærleiksríku samfélagi. Hvað er að? Eru Íslendingar meiri rasistar heldur en hverju aðrir eða eru við bara með svona litla reynslu á útlendingum að eru svona klaufaleg og heimsk? Eru við kannski svona meiri þjóðernissinnar og þetta er bara samfélagið okkar og ekki ykkar og er kúltúrinn okkar svo tengdur svona einhverjum þjóðernishugsun að við séum ein fjölskylda og ein þjóð og allir séu aðkomur? Ég held í alvöru, Gunnar Smári, að það sé ákveðin liður í þessu. Og
þegar rússneski drengurinn með augnsjúkdóminn var rakinn úr landi hér í byrjun 20. aldar. Þetta bara að endurtaka sig aftur og aftur. Við erum þjóðernissinnuð, við erum með ákveðna ranghugmynd og mýtu okkar á eigið ágæti, svo erum við bara fáfróðum aðrar þjóðir og aðra menningarheima. Já, ég get alveg tekið undir þetta. Þetta er rosalega mikið, þetta er rosalega djúpt í þjóðarsálinni, þessi mýta það hver við erum í rauninni og eða þú veist, þessi einsleiti uppruni og honum hampað rosalega eins og það sé rosalega frábært að við séum einsleit þjóð sem við erum í sjálfu sér ekki, sko. Við erum mjög fjölbreytt þjóð og jafnvel áður en að það var mikið af innflytjendum þá vorum við samt sem áður með fjölbreytt genamengi og allt þetta, en það er bara þessi hugmynd það að við séum ein stór fjölskylda sem í sjálfu sér alveg frábær, en þegar hún útilokandi á ákveðna hópa þá hún það ekki, og það náttúrulega ekkert sem segir til að ég meina það getur hver sem orðið meðlimur þessar fjölskyldu eða þú hleypur honum inn, og það rosalega mörg dæmi það að fólk sé rosalega fordómafullt á útlendinga almennt einhvern veginn, en á svo kannski einhverja vini sem þeim finnst allt í lagi. Þú veist, og þá það búið að kynnast þeim, og það bara þessi hræðsla við að kynnast og náttúrulega þekkingarleysi kannski að því að fólk ferðast ekki endilega eins langt út fyrir landsteinina. Ég meina, kynslóð mín gerir það, en ég veit ekki, þú veist, það hefur kannski ekki tíðkast hjá ákveðinni kynslóð að fara mikið lengra heldur en kannski í Suður-Evrópu. Þá mjög auðvelt að trúa einhverju sem heyrir sagt ákveðna hópa án þess að hafa reynslaði sjálfur, og við hafandi ekki stóra innflytjendahópa sem eru sjáanlegir í samfélaginu þótt þeir séu af því þeir eru ekki sjáanlegir, að þá upplifir þá ekki sem hluta af þjóðinni eða þáttakendum í samfélaginu þótt þeir séu það, þeir sjást ekki, og ég held að það sé stór hluta vandamálinu sýnileiki, það sé ekki nægilega sýnileiki. Við fórum að leika mér af daginn að reikna þess, og ég að velta fyrir mig sem þjóðríki, hvort að það stæðist raunverulega að við ættum að horfa á þetta sem þjóðríki, sem að þýðir það að þessu bara þeir sem með ríkisfang sem að fá að kjósa til þings og forseta. Og það eru 14% af fólki eldri en 18 ára sem að væri kosningabært samkvæmt venjulegu skilgreiningum, sem að búa sem ekki með kosningarétt, að þeir eru ekki með ríkisfangið. Ég fór að velta fyrir mig hvort að það væri ekki komið svo bara óeirðileg skekkja í þessar hugmyndir okkar, að við værum að framlengja einhverja hugmyndir þjóðríki og hvernig þetta vera, eiginlega löngu eftir að það fallið. Ef ég hefði sagt við ykkur 1956 eða eitthvað segjum það, að árið 2020 þá væri það þannig að 14% fólks eldri en 18 ára var ekki með kosningarétt, og þar væri kannski helmingurinn af verkalýðsstéttinni sem að fengi ekki að kjósa. Þeir sem væri í lægst launustu störfunum, helmingurinn af leigjendum hefði ekki kosningarétt. Þeir hefðu ekki trúað mér. En þannig að ég bara benda á það hvað samfélag okkar hefur breyst án þess að kannski að hugmyndir okkar elti það á nokkurn hátt. Ég veit ekki hvort þau viljið taka þennan bolta eitthvað á losti. En mér langaði bara að segja þess að Egyptaland, ég var kannski harður á Egyptaland. Egyptaland, það er rosalega gaman að vera í Kaíró, og eins og hún segir, Miriam, að það er þetta brosa þar og þjónusta sem að færa þar, hún ekki að þessum heimi, það er alveg ótrúlega almennilegt fólk þar. En þetta er bara málið að ef þú hefur vitleysa skoðanir og ef þú ert að daðra við múslimska bræðralagið, þá ertu bara í vondum málum. Það er bara svo einfalt. Og þetta skilja menn ekki. Já, herðu, Magnús, þú bindur vonir við að gerist eitthvað á morgun þegar þetta verður tekið fyrir í þinginu. Klukka, hvað er það? Þingnefndafundi. Já, ég er bara að vísa til þess að það er fundur í allsherjarnefnd á morgun sem skilst að sé klukkan 10. Já. Og svo heyrði ég að því að það væri ríkisstjórnarfundur á morgun. Ég vona að það hafi verið réttar upplýsingar sem ég fékk. En síðan beindu við þarna erindi til velferðarnefndar og stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Og það er von mín að allavega önnur nefndin komi saman á morgun, en ég veit ekkert tímasetningar en eitt slíkt. Það er bara í höndunum á formönnum þeirra nefnda. En í öllu falli þá var þetta allsherjarnefnd sem kemur þarna saman og það sem verður tekist á þetta mál, það verður áhugavert að fylgjast með þeim fundi. Hann reyndar ég skilst að þetta svona fjarfundabúnaður sem verður notaður við þann fund. Þannig að ég veit ekki hvernig aðkoma, eða hvort að þetta sé opinn fundur fyrir almenningi, þekki það ekki. Það er ekki hægt á því að þau verður flutt úr landi bara í nótt eða aðra nótt?
Já, það nú reynsla mín í þessum málum að þegar að ræða fjölskyldur og börn að þá standast orð lögreglumanna sem að koma að málinu og þeir hafa sagt við mig að það standi til að flytja þau úr landi þarna á miðvikudagsmorgun og ég hef ekki áður lent í því að vera með fjölskyldu þar sem að orð standast ekki hjá lögreglumálum en stundum hefur það verið þannig í málum þar sem þeir búast við því að einhver flýi, kannski einstaklingar sem hefur auðveldara með að láta sig hverfa að þá stundum færðu ekki að vita daginn, þú færð að vita vikuna en ég hef enga trú öðru en að þær upplýsingar sem að gefnar hafi verið að hálfu lögregluyfirvalda að það standist og það verið ekki komið aftan af fólki hvað það var þar. Ég ætla ekki að vekja athygli á því að þjóðin það aðeins að fá að vekja athygli á því að þjóðin hefur verið boðuð til fundar á Austurvelli á morgun klukkan 4. Það hérna komin fundarboð á Facebook þar sem að fólk hvatt til þess að koma og sýna fólkinu samstöðu. En Ólína fyrirgefðu Nei, ég ætlaði bara að segja sko það enda þau verða náttúrulega það yrði allt brjálað ef það yrði sko reynt að flytja þetta fólk úr landi fyrir áætlaða tímasetningu. Þá er ég nú hrædd að yrði nú bara uppreist. Það þannig hugur í fólki út af þessu sko. Heyrðu, ágæta fólk, ég þakka ykkur kærlega fyrir að sitja hérna við rauðaborðið og hjálpa mér til þess að skilja ýmsa þætti þessa máls. Sverrir Ragnarsson, Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, Miriam Petra Ómarsdóttir Avat og Magnús Davíð Nordal. Þakka ykkur kærlega fyrir. Ég þakka hlustendum fyrir að sitjast hérna með okkur og hlýða á þetta samtal. Á morgun er rauðaborðið líka klukkan 8. Þá ætlum við að ræða refsingar. Þá mætir Ragnar Aðalsteinsson og fleira gott fólk hérna og ætlar að ræða við það hvort að refsingar séu hérna á harðar, hvort að við getum að þyngja þær eða hafa þær öðruvísi, hvort að við förum of frjálslega með vald ríkisins að loka fólk inni og svipta það frelsi og pína öðrum hætti. Þannig að við erum svolítið svona í dómsmálaráðuneytinu þessa dagana. En ég þakka ykkur aftur fyrir sem að komu til mín í kvöld og ykkur sem hafa hlustað. Eigið góða tíma. Takk.